frá Sósíalistaflokknum. Hæ, gaman að vera með ykkur hér í dag. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og leiði listan í Reykjavíkur kjördæmi suður. Ég kláraði háskólanám árið 2018, skuldum vafinn með maxaða yfirdráttarheimild, flytjandi frá stúdentagörðum í leit að húsnæði en þó með gráðuna mína. Eins og með aðra hluti í lífinu að þá þurfa ákveðni grunnþættir að vera til staðar svo að það sé hægt að sinna hlutunum vel. Í námi þá þurfa háskólanemar að hafa húsnæði, tekjur og tíma til þess að geta einbeitt sér að því sem við erum að leggja stund á. Og við þurfum alltaf að hafa þennan grunn og þegar það er ekki öruggt þá hefur það áhrif á alla aðra þætti í okkar lífi. Sósíalistar vilja að það sé byggt fjölbreytt húsnæði þannig að það sé raunverulega til staðar fyrir okkur öll, hvort sem við erum leigjendur eða viljum kaupa íbúð til að búa í og að við lítum líka til mismunandi stöðu leigjenda, hvort sem er að ræða leigjendur á stúdentagörðum eða námsmenn með börn, þá þarf að hafa fjölbreyttan skala mannlífs í huga þegar það er verið að byggja upp húsnæði. Og eins og við sósíalistar sjáum stöðuna núna, að þá verður að fjarlæga braskara frá húsnæðis uppbyggingu. Það er að segja þá sem að sjá lóðir og íbúðir fyrst og fremst sem fjárfestingakost þar sem hagnaðarkrafan vegur þyngra en heimilis uppbygging fyrir fólk. Því auðvitað húsnæði að vera fyrir fólk en ekki fjárfesta og til þess þá þarf hið opinbera að koma að uppbyggingu eins og þekkist í löndum í kringum okkur. Og allir þessir þættir þurfa bara að vera í lagi, sérstaklega einmitt fyrir okkar andlega heilsu. Nám er full vinna og þess vegna vilja sósíalistar námsstyrki í stað námslána. Það er miklu eðlilega að greiða nemum fyrir að læra eitthvað sem að mun síðan nýtast vel í okkar samfélagi, frekar en að setja kostnaðan á nemendur. Og í því samhengi þarf auðvitað að tryggja að hér sé gott að búa þannig að námsmenn sjáu fyrir sér að það verði góður kostur að búa hér á Íslandi í framtíðinni. En þá gæti ykkur svona velt fyrir sér, bara vá, hljómar vel, en hvernig ætli að fjármagna þetta allt saman og við sósíalistar erum með áætlun sem snýst að tekjuáætlun ríkissjóðs verði gerð réttlátari með því að skattleggja hinn ofsaríku og að eðlilegt gjald verði innheimt fyrir auðlinda nýtingu til að byggja upp gott samfélag. Af því það eru þetta mjög skrítið að námsmenn sem eru til dæmis að vinna í vaktavinnu eða láglaunastarfi jafnvel sé að greiða, hátt hlutfall af sínum tekjum í sameiginlega sjóði skatt á meðan að fólk sem að hefur til að mynda háar fjármagnstekjur jafnvel ekki að greiða eins og útsvar af sínum tekjum í sameiginlega sjóði. Þannig við viljum réttláta skattinnheimtu til þess að ná að byggja upp gott samfélag fyrir okkur öll og að lokum þá viljum við sósíalistar heldur ekki að náttúran verði leikvöllur fjárfesta og leggjum því gríðarlega áherslu á hagsmunir náttúrunar séu settir í forgrunn og ákvarðanir verði teknar í nær samfélaginu af þeim sem að þekkja best til, að því einungis þannig byggjum við upp gott lýðræðislegt samfélag fyrir okkur öll. Takk.